Munurinn á aðstöðunni hér og í Brúarlandi er byltingarkennd. Það er ekki hægt að nota neitt annað orð. Enda erum við að fara úr 700 fermetrum með öllu, lausastofunum og öllu, og yfir í 4000 fermetra. Þannig að það ætti alveg að vera pláss fyrir okkur, þið það ekki? En nú er samkvæmt allt í einu nóg pláss til allra hluta. Húsið er sérstaklega hannað fyrir kennsluhættina okkar. Þar sem verkefnavinnan er alltaf í aðalhlutverki. Ég held að þið munum sjá, ég er búinn að sjá það, í kennsluklossunum að það eru ótrúlega margir og fjölbreyttir staðir fyrir ykkur til að vinna í. Við þurfum öll í sameiningu að hjálpast að við að læra á húsið og hvernig það nýtist að fullfest í náminu. Við erum örugglega sammála um að vilja halda húsinu fínu og fallegu eins og það er, og lykillinn að því er að við sameinumst að ganga vel Ég treysti til þess. Flokkunartunnur koma í dag og næstu daga og við þurfum líka að hjálpast að við að læra á þær, læra hvernig við flokkum hlustir og því að við verðum auðvitað núna þegar við getum það að standa undir nafni sem skóli sem leggur áherslu á sjálfbærni og umhverfi. Ég veit athyglingar á því að hér eftir verða reykingar ekki leyfðar neins staðar á lóðunum. Ég treysti því að þið virðið þessa reglu eins og aðrar skólareglur. Og við munum koma af stað meiri og betri umræðu þetta og önnur forvarnamál núna fljótlega á önnur. Mötuneyti fyrir að stað eftir nokkra daga og það mun ekki fara fram nú. Það verður spennandi að prófa það með ykkur og eitt veit ykkur víst, maturinn verður bæði hildilegur og hollur. Þannig að við getum hlakkað til þess. Eins og þið sjáið þarna frammi að þá er nóg til á skápum og skrifstofan sér að leigja þá snúið þangað til að leigja þá. Þið borgið 1500 krónur fyrir leiguna, getið haft skápinn á meðan þið eru í skólanum og fáið 1000 krónur endurgreiddar þegar þið skilið lyklinu. Þið athugið þetta á skrifstofunni og ég hvet ykkur auðvitað til að sinna náminu af krafti frá upphafi hennar
Jawel.